Þetta góð spurning. Ég setti vídeóinu daginn að greiðslumöt eru vandamál í dag og á tímabili vorum 50% kaupenda hjá okkur að falla á greiðslumati. Það er rosalega auðvelt að koma í veg fyrir það og standast greiðslumat með því að byrja að panta fjármálaráðgjöf hjá sínum viðskiptabanka og biðja staðfest greiðslumat. Þá sérðu nákvæmlega hvað þú mátt kaupa dýra eign og þú getur líka að skoða lánaafurðir, það eru mismunandi löng lán, það eru mismunandi tegundir lána, verðtryggt, verðtryggðir vextir eða óverðtryggðir eða jafnvel blandaðir. Og það eru fleiri þættir sem spila inn í þetta, til dæmis eru bankar og fjármálastofnanir, þeir skoða brunabótamat eignar, fasteignamat eignar, sumir leyfa brunabótamat pluss lóðamat, á meðan aðrir leyfa brunabótamat pluss 2 lóðamat. Þannig að áður hún ferð af stað, þá myndi ég alltaf byrja á því að fá staðfest greiðslumat vegna þess að vera í 2 vikur með kvíðahnút í maganum yfir því hvort þú fáir greiðslumat til að kaupa íbúðin sem þú ert búin að bjóða í er bara vond meðferðartíma. Ef þú ert með einhverjar spurningar varðandi fasteignamarkaðinn, sendu mig línu á ásdís@húsaskjól.is eða hnipptu mig hérna á samfélagsmiðlum.